á sunnudegi. Í þættinum í dag fáum við að sjá frá kraftakeppni á Vestfjörðum, Vestfjarðavíkingurinn 1993. Við sýnum einnig myndir frá landsmótinu í golfi sem framfór á Hólmsvelli í Leiru. Þar var okkar maður Páll Ketilsson. En við byrjum fyrir vestan, þar sem íslenskir kraftakallar reyndu með sér. Og hér sjáum við keppendur á Vestfjarðavíkingur nútímas. Það númer 1 Guðni Þór Sigurjónsson, 29 ára, 180 cm og 114 kg. Hann frá Reykjavík. Og númer 2 Magnús Ver Magnússon, 30, 190 cm og 130 kg. Hann frá Seyðisfirði. Og númer 3 Andrés Guðmundsson, 27 ára sundlaugarvörður í Reykjavík, 192 cm og 130 kg, en hann frá Tungu í Gaulverjarbæjarhreppi. Númer 4 Baldvin Skúlason, 36 ára, 181 cm og 112 kg, hann frá Mýrum, kallaði Bekkurinn. Og hér sjáum við Unnar Garðarsson, 31 árs, 184 cm og 100 kg, en hann frá Skeiðarhamri. Númer 6 Guðmundur Odri Sigurðsson, mótshaldari, 28 ára, 190 cm og 130 kg, hann frá Arnarfirði. Og þennan mann þarf vart að kynna Hjalta Úlfs Árnason, hann 30, 188 cm og 140 kg, og hann kemur frá Reykjavík. Og svo það unglingurinn í hópnum, Sæmundur Sæmundsson, 20, 186 cm og 116 kg, en hann einnig frá Reykjavík eins og Hjalti. Nú, fyrsta grein keppninnar fór fram í flóabátnum Baldri yfir Breiðafjörð, og hér hjá mér Hjalti Úlfs Árnason. Hjalti, þessi keppni á Vestfjörðum, þarna voru allir helstu kraftakallar landsins samankomnir. Já, það var mjög hár standard á þessu móti og þetta var fjölbreytt og þetta var skemmtileg umhverfi og vel skipulagt, og þarna komin fyrsta greini sem nú tekið beint úr kraftlyftingunum. Við svona kraftlingamennir erum hlindir þessum greinum sem að reyna mikið á og allan líkamann. Og þetta Andrés að? Já, þetta nú svona eina veiku greinunum hjá honum. Hann mjög góður svona, hvað að segja, í flestu, en þetta smá veikur hlekkur hjá honum. En hann að bæta sig þarna. Við sjáum að þetta eru gífurlega átök hjá þeim og fyrir ekki milli að mála, þetta eru fullvaxnir íslenskir karlmenn. Þarna eru nú Odri í 260 kg sem nú nálægt honum hans besta árangri, og þeir svona, við getum sagt að 300 kg, þá sérstu orðin svona alveg sterkur í restöðulyftunni. Þeir eru að nálgast hann múr eins og þú sér. 270, nei ekki þetta skipti Andresi. Þetta krefst mikils undirbúnings að taka þátt í svona keppni. Já, reyndar þetta svolítið erfitt fyrir mig og Magnús sem hefur keppt mjög mikið, og það þarf sérstakann undirbúning fyrir kraftlyftingagrein eins og þessa. Það svolítið erfitt að koma úr þessu kraftaþrauta formi og keppa í restöðulyftu. Það nú ekki allir sem eru ánægðir með það, en þetta Baldvin, 200, hann á nú 300 kg í restöðulyftu, þannig að þetta ætti nú ekki að vera erfitt fyrir hann. Hann fór létt með þetta. Já. Fís. Ekkert mál. Unnar, þetta svona, við kallum hann multi-íþróttamannin, eða fjöl-íþróttamannin. Hann hendi spjóti 72 metra, tekur 300 kg í restöðulyftu. Hann getur eiginlega allt. Mjög, hvað að segja. Já, virðist ekki hafa mikið fyrir þessu. Nei, hann léttur, það kannski, hann léttur og hraður og virðist geta allt. Þetta alveg furðulega blanda íþróttamanni. Hann Baldvin með 290, þetta nú aðeins fara að taka í hjá þeim. Jú, fín lyfta. Já, þetta fór upp.
290 kíló, þetta er, og hann er ekki nema 98 kílóunar, þannig að þetta er, nei, Hann hafði það ekki. Ekki á þessum degi, en þetta er, Það munaði litlu. já, hann er, En þarna kemur unglingurinn. já, Sæmundur, sjáðu, þarna, þetta er mjög góð lyfta, en það vantar nú mikið í stílinn. Þetta er strákur sem hefur rætt líkansrækt og er svona nýlega komið með áhuga kraftakarjanum og við erum eftir að hann er nú margt ólært ennþá. Já, þið takið hann í smá kennslu. Já, en þarna eru konið 300 kíló. Þetta eru svona, margir æfa allt sitt líf til að reyna að taka 300 kíló í restöðliftu. Hann Baldvin, það vantar svolítið skapið í hann. Hann er svona, Baldvin er sterkur en það þarf að, svona, þegar þetta fær að þyngjast, þá þarf að sitja að gefa svolítið mikið frá sér. Þarna kemur unglingurinn aftur, Sæmundur. Já. Það var svona, þetta fer ekki upp hjá honum. Nei, hann beitir bakinu alveg. En þarna kemur nú Gunnur Kappi, hjalti úr sér sjálfur. Hann skildi ekki fara létt upp hjá honum. 340 kíló Já, þarna er nú komið svona alvöru vikt, sko. Já, þetta er alvöru vikt. Já. Já, það er óvægt að segja það. Þetta var engin fluguvikt, þannig að fór létt með þetta. Já. Og þarna eru við eftir, sko, ég, Magnús og Guðni. Magnús hefur nú verið með svona, já, betri resturlyftumönnum í heiminum undanfarið. En eins og ég segi, þá erum við kannski ekki akkurat í þessu formi fyrir akkurat þessa grein, þar sem við erum verið að keppa kraftamótanum. Jú, góð lyfta. Þetta er létt hjá Magnúsi. Magnús hefur verið annar á þessum stóru kraftamótum í restu. Það er einn maður úr Suður-Afríku, Batinholt, sem hefur unnið hann. En Guðni hefur búin að vera með þyngstu restöðlyftu núna á nokkrum Evrópa heimsmeistaramótum, þannig að þetta var svona athyglisverð keppni svolítið. Guðni Þór Sigurjónsson. Já. Legst þér yfir löðin. Jú, uppborða. Jú. Hann fór létt með þetta. Og þá voru það 350 kíló takk fyrir og það er Hjalti Úlfs Árnason. Okkar maður. Það er uppverða. Já. Þú ert þarna eins og krannabíl sem er að hífa og á í erfiðleikum með það en uppborða. Já. Það er gífurlega átök sem þessu fylgja, Hjalti. Já, þá komum Magnúsi. Þess að ég segi, þá er Magnús hefur verið ósigrandi í restöðlyftunni. Það er eitt Suður-Afríku búi sem hefur ekki tekist að vinna, en svo náttúrulega Guðni og þetta er fyrsta skipti sem við mætust í langan tíma. Þetta er svona grein sem að manni langar ekkert að tapa. Hún er þess eðlis. Við sjáum þarna að Magnús fer létt með þetta, en það er keppni á milli ykkar, þið berjast innbyrðis. Já, þetta er svona, eins og ég segi, þá höfum við ekki mæst í restöðlyftu mjög lengi. Við höfum verið nokkuð svipaðir, Guðni á 371 kíló, Magnús 375,5 og ég 375. Men við erum á svipuðum slóðum. Guðni kom á óvart þarna svolítið því hann var í raun og verið ekki búinn að vera að taka neinar mikla viktir. Þetta er bara allt tekið á skapinu og hann er náttúrulegur restöðlyftumaður. Nú tekum við þetta því að hann er 180 cm á hæð, það háir hann ekki til. Nei, það er svona kannski aðeins, það er oft betra að vera aðeins minni í resturlyftum, það styttir lyftun örlítið. En ég fekk ógilda lyftun á 350 og því ég sett hana niður eitthvað snemma, en 360, nei, ekki á þessum degi. En ég sagði, við vorum búin að tala um þetta áður, ég sagði að þetta myndi verða milli 340 og 60 sem þetta myndi vinnast á. Við sjáum Magnús þarna hvað er þyngdi hjá hann, Ég held að þetta sé 360 kíló hjá Magnúsi. Þetta er loka lyftan hans. Og þeir berjast þarna í fyrsta seti Guðni Sigurjónsson og Magnús Magnússon. Þetta er heimsklassa restöðlyfta. Við sjáum þetta. Og, þetta er fín lyfta hjá Magnúsi. Góð lyfta. Hann lyftir þessu upp nánast eins og eldspýtustokki. Og þá fer Guðni væntanlega undirbúið sig undir 370 kíló í restöðlyftu. Það er nú ekki fullt jafn spilað? Nei, aldrei átt jafn. Hvað tókstu á heimsmeistaramótinu í fyrra? Ég tók 360 kíló. Og heldur þú eigið þessa þyngd? Já, að geta tekið hana. Guðni þurfti reyndar ekki nema 365 til að vinna, sko, en hún fannst ekki nóg mikill andi yfir því.
hann er á svokölluðu Stevie-prógrammi og þá er allt hérna sem sagt gert öfugt við það sem á að gera það. Alveg ótrúlega lyfta. Já, þetta er stórkostlegt í honum og uppfór það og hann fagnar þessu á viðeigandi hátt. Já. Ég sko sagði fyrst að fara að vinna mig, þá finnst það nú hægt að taka Magnús með líka og ég svona mér leist nú ekki alltaf vel á þetta að hann væri með einhverja sýningu þetta í leiðinu en þetta gekk allt upp hjá honum. Já, við sjáum síðan lyftu Guðna hér aftur. Þetta er glæsilega gert en í öðru sæti var Magnús Ver Magnússon í því þriðja Hjalti Úrsús Árnason. Ég á 371 kíló sko í refstöðu í þessari grein sko á móti. Hvað var það? Það var á Íslandsmótinu. Núna í, byrju nú við, hvernig var það apríl? Í mars. Og hefurðu tekið á reststöðu síðan? Nei, ég hef ekki tekið alvöru refstöðu síðan. En þú kemur mætið ferskur til leiks? Já. Magnús, nú er þetta fyrir sléttið þér, áttu ekki miklu meira inni? Jó, ég átti nú eitthvað inni, en málið er það að ég er búinn að vera með meiðsli í bakinu, meiddist í Finnlandi daginn. Þannig að ég hef ekki æft réttstöðulyftuna. Ég tók eina æfingu og fór bara í 3:30 á æfingu og mér fannst það ekkert rosalega létt, þannig að ég vissi ekkert hvað ég stóð sko. Þetta hefur komið þér óvart? Í rauninni, já. Ég held ég bjóst kannski við ég tæki mestarlagi svona 3:40. Þú ert rosalega frískur hér í fyrstu keppninni. Hvernig verður afgangurinn? Vonandi verður það bara eins áfram. Hvernig eru reglurnar í reststöðulyftin? Já, það eru mjög skýrar. Þú náttúrulega mátt ekki fara mikið undir með hnén og þú voru náttúrulega rétta vel úr og fylgja stöngin niður. Það er svona reglurnar. Þetta er regla sem enginn má kvika frá. Nei. Hjalti, hafði þetta sálfræðilega áhrif? Ég vissi alltaf að þetta er erfið slag og við erum með, ég myndi að segja að við séum allir kannski heimsklassa menn í reststöðulyftu og við höfum aldrei mæst þrír svona. Ég vann nú Magnús yfirleitt í gamla daga, hann er búinn að vera að koma mjög mikið upp og er eitt svo best í heiminum í dag, þannig að ég vissi alveg að þetta er erfitt, en ég átti alls ekki vonað að Guðni tæki 3:70. En ég er stoltur að lenda í 3. sæti þegar þú tapar fyrir mönnum eins og þessum. En hvað skildi unglingurinn Sæmundur Sæmundsson vera búinn að æfa lengi? Ég er búinn að æfa svona 2,5 ár. Eitthvað það. Hefur eitthvað stundar kraftlýftingar? Ég hef ekki keppt þá, stefnaði núna á byrjandamótinu og svo byggamótinu eftir það. Hvaða tölur áttu? Ég hef tekið 260 kíló í refstöðu, 5 refs að búkka sko, en náttúrulega 290 í dag var mitt besta og 235 í nébögi, 5 refs. Og svo er bekkurinn svona, hann er svona 150. Já, þarna sjáum við stiginn í Baldurslyftunni. Guðni Sigurjónsson með 8 stig, Magnús Ver Magnússon 7, Hjalti Árnason 6, Baldvin Skúlason 4,5 og Sæmundur Sæmundsson 4,5. Og þá höldum við í Flókalund, það sem að önnur grein keppninnar tunnurhleðsla fór fram. Sjáum að veður þarna hefur verið hið besta og Vestfirðir skarta sínu fegurstu. Já, í þessari keppnisgrein þá reynir nú á úthaldið svolítið. Guðni nú að reyna sig þarna og sér að það er ekkert ofsa gott grip á þessum tunnum. Það líst ekki á þetta alveg, því að það er vatn í þeim og það rennur til. Mér finnst þessa tunnur svona hálf ómögulegar í þessu því að það væri betra að geta haft sem sagt betra grip á því, þá fengum við meiri hraða. Það eru aðra greina sem reyna á greipina en svona var þetta þarna og það þurfti nú að reyna sig í ýmsum öðrum kúnstum. Já, í þetta greinum þeir skella sér þarna á sjóskíði og þetta lítur vel út. Þarna sjáum við Kára Elísson, skákmeistara og kraftlyftingameistara. Hann hefur nú verið orðaði við að vera vatnshræddur en það er ekki að sjá þarna. Nei, og hann enda sendist þarna, en hann kom upp, enga á síður. Hann hefur nú verið kallaður kötturinn en hann er að sanna það, hann er engin köttur, hann getur farið í vatn og er ekki illa við það. Og syndur. Þarna er fyrsti maðurinn, Hjalti Úrsús Árnason, að reyna við tunnurnar. Magnús er gífurlega fljótur og hefur verið svona eiginlega ósigrandi svolítið lengi í þessari grein, en Magnús hefur aðeins verið að þyngjast núna og
tekur verulega í, held ég. Já, ég hef alltaf átt í svona vandræði með að grípa í þessar tunnur. Svo það nú svolítið stórar, þannig að það ekkert mjög auðvelt að hlaupa með þær. En ég finnst ég hreyfast ágætlega fyrir 140 kílóa mann. Magnús eins og ég segi, hann mjög góður, en hérna það eru margir fljótir að mann, meðal annars Andrés og Guðni. Og þarna Unnar, fór gífurlega vel á stað. Hann eins og 700 metrar sprellingur. Já, hann náttúrulega, hann fjölíþróttamaður, hann getur allt. Og þannig gengur hann mjög vel fram að það. Baldvin svona aðeins þyngra á sér. Og svona, ég held að Baldvin sé nú hraðar en þetta, en hann vantar bara smá skap í hann. En þarna eru alvarleg mistök hjá Unnari. Þetta var bara mjög gott hjá honum. Þessa sekúndu, þar kosta hann sæti. Sko, þarna menn að fórna sér og taka smá sénsa að skuttla þess í restina, en það gengur ekki alveg. Þarna er farið að taka úr Unnari. Hann keyrði aðeins svo hratt, þannig að hann náði ekki að klára þetta alveg í botni eins og sumir fórna sér alveg í byrjun og eru síðan búnir í restina. Það þarf smá hugsun, þú mátt ekki keyra allt í botni. Nei, það má ekki. En í þessari kraftakeppni og þessum kraftakeppnum þá skiptir snerpa verulega máli líka. Já, það er svona test á öllum líkamannum, en þarna sjáðu Guðna. Guðni átti nú að meti lengi hérna í 50 metrar hlaupi, ég man ekki að þessi 5,6 sekundur, þannig hann gífurlega hraður og hann með mjög sterkar greipar, keyrir mjög vel. Sæmundur ágætur hérna, en hann í smá basli. Þú segir sterkar greipar, þá hendunar á hann þá eins og frammar. Já, hann pípari, sko, vinnur í pípum og alltaf að skrúa alls konar rör og svona, og hann með einstaklega sterkar greipar. Já, hann gerir þetta kannski bara með höndunum. Já. Hann tekur bara einhvern veginn í þetta og þetta losnar ekkert aftur. Og glæsilegt hjá Guðna. Sæmundur stendur sér ágætlega, hann á ein eftir. Þarna eins og ég, Magnús kannski, við erum náttúrulega gamlir refir í þessu og við vitum hvað erum að gera, en þessi ungu strákar, þeir eru fljótir og hraðir en hérna vantar reynsluna. En hann efnilegur strákunum? Já, mjög efnilegur. Já, það stressandi. Það hlaupinn. Hlaupinn var býrað en þá að því. Þetta snerpan. Já. Þetta var erfitt. Frekar erfitt. Vatnið gutlar svo mikið í tunnum. Já, tíminn hjá Guðna var 35,71 sekúnda sem besti tíminn hingað til. Odri 130 kíló rúm og þannig að þetta svona, kannski hann svolítið þungur. Anders að vísu líka 130 kíló en hann ber kannski viktina betur og svona með betra úttagsformi en Odri. Við sjáum hann með gríðarlega stórar hendur hann Andrés og hann tekur þetta nú upp bara eins og kökukefli. Já, þetta ekkert vandamál fyrir Andrés en eins og segi Odri aðeins farin að hægja á sér hana. Tíminn hjá Andrési 38,81 sekúnda. Guðni með 35,71 í fyrsta sæti og Magnús var með 37,27 í þriðja sæti. Og ég sem fjórði með 46,04. Þetta hefur nú verið eina af mínum bestu þrautum. Guðni ótrúlegur í dag. En ég að taka á þessu. Hvernig að grípa tunnum fullar af vatni? Það svolítið erfitt að eiga við þér. Ég á betur með þetta að það eru haldföng. Ég hef alltaf verið svolítið mistakur í þessu tunnum en Maggi og Guðni hafa yfirleitt náð vel út þessu Andrés líka. Það verðist, maður búinn að keppa það svolítið í sumar og Maggi líka reyndar og svona það vantar smá neista en ég vona eitthvað að fara að gerast hjá okkur. Guðni kemur mjög frískur inn í þetta, það er ekki búið að taka mikið úr hann með það en ég held að gömlu refinir einu eftir að koma upp aftur, þeir líka aftur okkur alveg strax. Og þá sjáum við stöðin eftir tunnulhæslunni, það er Guðni Sigurjónsson með 8 stig, Magnús Freyr Magnússon með 7, Andrés Guðmundsson 6, Hjalti Árnason 5 og Unnar Garðarsson 4. Og heildarstaðan eftir 2 þrautir er Guðni Sigurjónsson í fyrsta sæti með 16 stig, Magnús Freyr í öðru með 14 og Hjalti í því þriðja með 11, fjórða Sæmundur með 7,5 og í fimmta Unnar og Andrés með 7. En þá förum við í næstu grein að dynjanda, axlarlyfta, en við sjáum fyrst viðtal við Unnar Garðarsson síðustu grein, tunnulhæslu. Já, ég ætlaði mér að vera jafnvel í fyrsta sæti þannig en þetta var, ég hitt ekki á gripið á tunnunni og svo kláraðist ég bara alveg út. Hvað er því reynsla á svona aflunarmótum? Ég keppti á Steinakonginum
hérna núna eftir áramótin. Og gekk vel þar eða ekki? Jú, það gekk frekar vel. Ég var 4. þar. Og þá erum við konir í axlar liftuna og það er Guðni. Já, þetta eru 25 kíló sem þarf að halda með útrétta arma og þeir eru svona strangir á því að menn síi ekki niður með hendurnar og þeir sem eru góðir í backpressu hafa nú yfirleitt geta verið með góðan árangur í þessu. Guðni á 220 kíló í backpressu sem er mjög góður árangur og er þokkalega sterkur í öxlunum þannig að og hann er búinn að vinna 2 greinar í röð Guðni þannig að hann er með góðan tíma, hann ætla ekki að fara að tapa neitt. En hann tekur þetta á 36. Já, það er alveg svona, það er mjög góður tími. Til þess að sterkastum maður heims hefur þetta unnist yfirleitt á svona 45 til 50 sekundum. En það var komið að Magnúsi Ver, Magnúsinni. Magnús er ekki góð grein hjá Magnúsi. Jú, þetta er feiki góð grein fyrir Magnús. Hann er sterkur í backpressu með 245 kíló í backpressu og hann er með frekar stutta handleggi í Magnús þannig að þetta hentar honum ágætlega, sterkur í öxlunum. Já, hann er komið þannig að hann byrjar að síga 45 sekundur, það er besti tíminn og hérna er eins og segi sterkastumar heims þetta er tími sem geti jafnvel dugað að keppni sterkastumar heims. Þannig að 45-69 sem er náttúrulega frábært. En það var Hjalti Úsus Árnason. Já, ég hef nú yfirleitt svona geta staðið mig þokkali í þessu. Ég hef nú meiri backpress en þeir allir 246 kíló, það mun nú reyndar ekki miklu. Ég hef nú yfirleitt unnið Magnús í þessu. Ég held þetta sé nú svona, ég yfirleitt vinnan en þetta verður höfður keppni þarna. Þetta er gríðarlega erfitt og tekur mikið í og það er kannski rétt að ítreka það fyrir áhorfendur. Þetta er nákvæmdur tími, 43:08. Já, það eru þarna svona 2 sekundur sem skilja okkur að þá, en það er það sem, svona er þetta. Þannig er komið Unnari, hann er nú svona hefði nú veikari greinum, hann á 180 kíló í backpressu. Þetta er einn grein sem hefur hingað til verið mjög erfið fyrir Andrés. Og tími Andrésar er 29:50, næstu 30 sem er ágætis tími. Þeir sem er ekki mjög þjálfaðir í efriðskroknum, sem sett í backpress og axlapressum og svoleiðis, þeir eiga yfirleitt í erfiðleikum með þetta. Það er keppt eins og í Vestmanni, varst þar í öðru sæti. Nú áttu Íslandsmet í backpressu, 200 og hvað? 40. Á að gera betur? Já, ég stefnaði að vera fyrstur í 250. Nú þarna sjáum við stöðunni til þykk mjólkurlyftu. Magnús Ver í fyrsta sæti með 8, Hjalti Árnason í öðru með 7, Guðni Sigurjónsson í 3 með 6, Sæmundur í 4 með 5 og Andrés í 5. sæti með 4. Og staðan eftir 3 þrautir er þá þannig að Guðni Þór Sigurjónsson og Magnús Ver Magnússon er í 1. til öðru sæti með 22 stig. Í 3. Hjalti Úsus Árnason með 18, í 4. sæti Sæmundur Sæmundsson með 12,5 og í 5. sæti Andrés Guðmundsson með 11 stig. En þá erum við komin til Bíldudals. Það er hönd fyrir hönd, bíldráttur. Sæmundur, hann er að taka á þessu þarna núna og hann er með mjög góðan rytma í þessu og þetta er mjög vel gert hjá hann. Þetta er framtíðarmaður hjá okkur í þessu. Þetta er nú kannski Hjalti svona frekar lítill bíll með það sem þið eigið að venjast. Já, en þetta er á grasi sko sem gerir þetta svolítið erfiðara. Þetta er ekkert gífurlega þungur dráttur, þannig að þetta er svolítið mikið spurning um snerpu. Hvað menn eru fljótir að þetta er ekkert það rosalega þungt skilur en menn þurfa að vera hraðir í þessu. Og þetta var nú kannski eina af þeim greinum sem að ég svona datt svolítið niður á stigatöflunni. Ég vil persónulega hafa þetta svolítið þyngra en það er gaman að þessu. En þú fær létt með þetta, eins og þetta draga í þessu. Og þannig er Unnar, hann nota lappirna vel, hann er með góða taktík. Það er góð sigling á faratækinu og Unnar stefnir í góðan tíma. Hann er þarna í 23, 4, 25:07 sem er, já, ágætis tími.
En þið talið mikið taktík og tækni og það skiptir miklu máli í kraftakeppnum að hafa þessa hluti í lagi til þess að geta verið með og unnið. Já, sérðu til dæmis Andrés, hann er geysilega góður í þessu með góðan rytma og náttúrulega hann er með stórar hendur, hann hittir alltaf á reipið og Andrés er hann með alveg heimsklassa tíma, er það 21:32 og hann var næstu bara búin að keyra yfir hann síðast mér en það er oft sko kannski að þeir sem eru hvað mjög sterkir í efri búknum kannski að þeir geta bara, það getur farið að þvælast fyrir þeim vöðvamassin í þessu. Magnús hefur nú yfirleitt verið mjög góður í þessu líka, þetta er svona eina af hans betri greinum. Góð tækni virðist vera. Og virðist vera létt. Já, hann er ekki, vissir ekkert úr sko. En það virðist vera mikil uppsveifla í kraftakeppnum og margir sem fylgjast með og við að sjálfsögðu með þeim bestu í heiminum í dag. Já, það eru svona sviftingar í loftinu hérna bara í heiminum í dag og það eru margir mjög góðir í dag og það er enginn sem er eitthvað framúrskarandi. Það geta flestir, margir, það er allir að vinna alla. Þannig að þetta er skemmtilegt, þetta er kannski á tímabili hérna, þá einokuðum við Íslendingarnir, ég, Jón og Magnús, við unnum öll mót. Þetta var leiðilegt bara fyrir áhorfendur. En það er eitthvað að breyta núna sínum mér, kannski sem betur fer. Þá kannski fær útlendingar að fá meira áhuga á sportinu. Það var mótstjórinn sjálfur, Guðmundur Rótari, sem var að ljúka þér af. Og þá var það Guðni Sigurjónsson. Guðni er með mjög sterkar greipar, gott bak og hann virðist gera þetta mjög vel. Hann er með nær hann réttu taktík og virðist ekki missa úr takt og hann stefnir í mjög góða tíma Guðni er með 22:88. Magnús, er Guðni búinn að koma þér óvart í þessa keppni? Guðni er búinn að standa sig vel, ég hef alltaf vitað að Guðni gæti þetta. Hann hefur verið óheppnir í þessum keppnum, svona keppnum sem hann hefur tekið þátt í hingað til, verið að meiða sig og slíta sig eða brjóta sig eða eitthvað. Þannig að ég vona að það komi nú ekki fyrir hjá honum aftur. En hann er búinn að standa sig vel, virkilega. Skæður keppinautur? Hann er mjög sterkur kraftlyftingamaður og fyrrverandi frjálsíþróttamaður. Þannig að það skilar honum vel í þessu reynslan úr frjálsum. Fjölhæfni er það sem gildir? Það er það sem gildir. Geta tekið á öllum vígstöðum. Og þá er úrslit hér í Pepsi-drættinu, það er Andrés Guðmundsson með 8 stig, Magnús Ver Magnússon með 7, Guðni Sigurjónsson 6, Guðmundur Rótari 5 og Sæmundur Sæmundsson 4. Og heildarstig að tala keppenda, við fáum að sjá hana hér á skjánum. Í fyrsta sætið Magnús Ver Magnússon með 29 stig, öðru Guðni Sigurjónsson með 28, í því þriðja Hjalti Árnason með 20, fjórða Andrés Guðmundsson með 19 og Sæmundur Sæmundsson í fimmta sætið með 11. Það er komið á stöðrakastinu, þetta er nú þess að þarna þarf að henda stjörnum eins langt og hægt er. Þetta er svo kallar Scandinavian Caper eða sem sagt skandinavist stöðrakast. Þarna skilar reynslan sér vel, fjöldan hjá mér og Magnúsi, við höfum verið út í Skotlandi og þekkjum þessa grein vel. Á Hálandaleikunum í Skotlandi. Þetta er alveg ágætis kast. Það er eins og þú setja að taka eldspýtu úr eldspýtustoknum hann kastar stundum. En það kom mér alveg óvart að Guðni og þessi strákar þetta lá ágætlega fyrir þeim. Gott kast hjá Guðna, það nú margir sem eiga bara í erfiðleikum hreinlega með að það tekur suma 2 ár að læra að taka staurinn upp. En skiptir adrenalín ekki máli í þessu? Jú, það er adrenalín skiptir máli en margir reyna að hlaupa allt og hratt og hafa þá ekki kontról eða hafa ekki nógu góða stjórnun á staurnum þegar þeir láta frá sér. 12:33 ágætt kast hjá Andrési, hann nú kemur frá sér út að gera hann og þeir hafa oft svona góða tilfinningu fyrir köstunum þeir sem koma úr þeirri deild. Kúluvarpari. Já. Það eru 2 köst á mann, að vísu þarna er staurinn réttur á keppendurnar, það samkvæmt reglum í Skandinavíu, en í Skotlandi þarf maðurinn að taka hann upp sjálfur og það reynist erfitt, það getur verið hinn mesta þraut. Sjáum að veðrið hefur leikið við keppendur 11,78 metrar, þetta er ríðilegt.
komið Magnús aftur. Magnús stóð sig vel, hann keppti nú heimsmeistaramótinu í hálflandaleikum helgina síðustu og var annar í stöðrakastinu sem mikill heiður. Og þarna held Ég reyndar ekki tapað í svona kasti í svolítið langan tíma. Ég búinn að vinna nokkuð mót í röð. Finnlandi, Skotlandi og 12,87 metrar. Þú hefur kannski góða undirstöðu úr handboltanum. Já, allir það ekki. Þetta sé ekki síðan ég var í Fylki hérna og afturhelningu. Hérna komum við að Gunna. Gunni virðist að hafa ágætt stjórn á þessu. 12,04 og hann grítir þessu upp eins og það sé að kasta grjóti. Já. Það kom mér alveg óvart hvað áttu. Ég held að margir eftir erfiðleikum jafnvel með endasnúunum, en það reyndist ekki vera. Þarna Atli Andrés að gera einum of. Það ógilt. Já, því hann verður að endasnúunum og síðan kannski steiga fram og gera hann líka. Baldvin hann nú kannski kemur alveg úr kraftlyftingunum og ekkert ofslar hreyfanlegur en enga síður ágætiskast hjá honum. 12 metrar. Já. Þetta náttúrulega frábær árangur að geta að grýta svona drömbi 12 metra og þaðan af lengri. Já. Það komið að Magnús aftur. Jú, þetta prýðiskast. 13,04 metra takk fyrir. Já, þetta 13,04 hjá Magnúsi. Ég var með 13,05 þannig að ég leiti nú ennþá. Þarna sýndist mér hitta svolítið vel á það. Mér sýndist það Og það spurning hvað þú hefur kastað langt. Já, 13,50. Já, þetta tryggði þarna fyrsta sæti. Löflétt. Og þetta var nú svona bjarnar öskur þarna. Já, það var aðeins gefið í þetta. Og þeir hafa komið við bjarnar öskurinn á Vestfjörðum nýlega. Já, Guðni ekki alveg með 100% hérna stjórnuna þessu. Þessi grein hefur oft verið notið í sterkastumar heims. Jón Páll heitinn, hann var mjög góður í þessu. Vann hann til dæmis í Móra í Svíþjóð þegar það var keppni sterkastumar heims. Otri, það var ágætt að stjórna þessu, þokkalegt kast. Og þá má kannski segja að Jón Páll hafi verið frumkvöðullinn að þessu á Íslandi að þetta sé orðið eins vinsælt og raun ber vitni. Jón Páll hann náttúrulega brautryðjandi ekki bara í Íslandi heldur í heiminum og hann var líka svona fólki líka vel við hann kom með góða framkomu og þetta verður líka að vera meira en bara lifta, menn verður ekki að brosa og hlegja þessu og alls konar mistök til að fólk hafa eitthvað gaman að þessu, þetta má ekki vera of alvarlegt. Sá Sæmund þarna grýta 11,98 en þá Andrés með 12,18 metra. Já, þetta hlýtur að fara að vera búið. Já, og þetta var síðasta kastið hjá Andrési, 12,18 metrar. En þá héldum við á Patreksfjörð þar sem Vestfjarðar skelverinn sjálfur var með smá sýningaratriði. Njáll Torfason. Skelfinn getur hengt alls konar hluti utan á sig og svo er vatn, allir sé ekki hálfu lítar af vatni í þessari fötu líka, það skilur nú enginn hvernig þetta hangir allt saman. Hann er segulmagnaður. Já, í orðsins fyrstu merkingu. En hér sjáum við úrslitin í stöðrakastinu. Í fyrsta sæti Hjalti Árnason með 8 stig, öðru Magnús Sverrir Magnússon með 7, þriðja Guðni Sigurjónsson 6, í fjórða Andrés Guðmundsson með 5 og fimmta sæti Baldvin Skúlason með 4. Og þá sjáum við væntanlega heildar stigar töluna. Það er Magnús Sverrir Magnússon í fyrsta sæti eftir 5 þrautir með 36 stig, í öðru sæti Guðni Sigurjónsson með 34, þriðja Hjalti Árnason 28, fjórða Andrés Guðmundsson með 24 og í fimmta sæti Sæmundur Sæmundsson með 19,5 stig. Og þá yfir á Tálknafjörð, en þar fór fram keppni í dauðagöngu. Já, dauðagangan er fólkin í því að labba með 2 90 kg sílitra í hvoru hönd og þetta reynir mikið á greipastyrk og fótastyrk. Það borgar sig að fara svona þokkalega hratt því að
því að þú hefur bara ákveðin tíma sem þú getur hangið á þessum með greipina. Þetta eru 90 kíló, þetta er töluvert þungt. Þetta er góð vikt, þetta er kallað farmesvolk á ensku eða bændaganga. Og við höfum alveg komið okkur niður á það hérna á Íslandi að kalla þetta dauðagönguna því að menn hérna klára sig alveg, það er ekkert eftir. Það eru 75 metrar yfir og síðan þarf að snúa við. Og aftur tilbaka, þannig að þetta er farið að taka verulega í þegar þú ert að nálgast markið. Já, þetta hérna missir Oddur reynda greipina. Þetta er bæði sko tekur á úthaldið og hérna greipina. Þarna er eitthvað farið að úthaldið farið að minnka eitthvað örlítið. Og sumir komast alls ekkert í mark. Nei. Og við sjáum þarna sannkallað bjarnaröskur. En það átökir mikil, eins og áhorfundur hafa fengið að sjá. Þetta er svona við það besta sem við höfum farið. Ég held ég hef farið... Þetta er erfitt? Já, þetta tók vel í. Hvað gaf sig? Það er úthaldið held ég bara. Ekki greipin? Nei, ekki svo. Á lungunni? Já. Tekur þetta ekki vel á lappina líka? Jú, þetta tekur á allan líka. Það er mjög erfitt að byrja í þessari grein. Og viljastyrkurinn? Hann er mjög góður. Þetta er nefnilega grein sem maður vill helst ekki fá að byrja. Því að það er hægt að kreista úr sér ef þú ert með ykkur úrslit fyrir fram að þig. Þetta er allt í lagi, sjáum til. Það náði Hjalti Jósefs alla andanum og spurningu súrefnisgrímur slíkur átökin. Eins og ég sagði þá er gott að sjá hvað hinir ekki hafa farið. Það er svolítið erfitt að fara svona blint í byrjun, þá veistu ekki alveg hvað þetta fara langt. Andres er með stæðstu hendurnar og hefur kannski verið, einn af okkar bestu í þessu. Og hann keyrir nokkuð hratt sýnist mér, þetta er góð ferð á Andresi. Já, hann byrjar á mikilli siglingu og það er spurning hvort hann haldi þetta út. Já, svo getur þannig, því hraðar sem þú ferð þá er alltaf möguleiki á því að þeir sem sagt renni meira til í höndunum á því síldrarnir og þú getur farið styttra. En hann virðist hafa góða stjórn á þessu. Og, þetta er nú farið að síga í hjá hann þarna sýnist mér. Allverulega, það hefur minkar hraðin geysilega mikið. Já, hann er að kreista út úr sér en hann veit nú hvert ég fór. Og það er búið að merkja það og harkar af sér, þetta er harkar af sér sko stórglæsilega gert hjá Andresi. Já. Hvernig var greipin? Hún slökk núna. Það er úthaldið slátt. Greipin sem í lagi. Var þetta bara fyrir framsýðu þetta menni? Nei, það er svona... Jú, alveg eins. Þetta er hálfgerð hlaupagrein. Þannig séum við Unn og Guðna. Framsýðu mennina. Já. Guðni, hann þarf ekkert að nota magnesíum þegar hann keppir kraftlýtingunum. Hann er með því líka ofurgreip. Keyrir mjög hratt. En það getur verið verra að keyra hratt, eins og ég segi. Þá er svo mikil hreyfing á lúkunni. Og spurningum gripið. Já, spurningum að missa hann ekki. Guðnum aðeins farin að síga framsýnis mér en Unnar hangir vel á þessu þannig. Ég átti nú alveg von á því að Guðni myndi hreinlega taka okkur mig, Andres og Magnús. En jafnvel þar þrátt fyrir að hann hafi átt Íslandsmet í 50 metrar hlaupi og sé með því líka ofurgreip, að þá er hann farin að hægja hann að verulega á sér. Og við sjáum þetta að menn eru hreinlega svo 10 hjóla trukkar á liðinu þegar þeir eru að nálgast marklínuna. Og, nei. Ég hef getað pingt með hans lengur. Ég var bara að missa úr tökin sko. Þarna eru Baldvin og Magnús Ver. Magnús keyrir mjög hratt, þetta er mjög fagmannlegt hjá Magnús, hendurnar hreyfast lítið. Hann hefur, á tímabili var Magnús með þeim bestu í heiminum í þessu, en ég held að hann hafi kannski ekkert farið mjög mikið fram í þessu. Hann er búinn að vera að þyngja svolítið og þá er hann kannski ekki hjálpa til. En enga síður, hann er heimsklassa maður í greininni. Það eru nokkri sem geta unnið hann. Við erum með einn Finna sem heitir Riku Kiri og hann er eiginlega með eitthvað svona stálgreipar. Það er bara lokast og það er opnast ekkert fyrir þegar hann bara segir. Þetta er bara svo vél.
En þarna hefur náttúrulega mikið að segja fyrir Magnús, hann hávaxinn og væntanlega skreflangur, en við sjáum að Baldvin missir takið þarna og þarf að gefast upp. Magnús að ná okkur hérna sýnist mér. Já, ánægður með þetta, hann fór fram úr okkur og læra þessu öllu saman, og það sjáum við stöðuna hérna á skiltinu. Já, Magnús Sverrir með 113,85 metra í fyrsta seti, Andrés Rannar með 110,85, síðan ég held Árnason þriðji með 110,60, síðan kemur Guðni fjórði með 107,5. Og staðan eftir 6 þrautir er þannig að Magnús Sverrir í fyrsta seti með 44 stig, í öðru Guðni Sigurjónsson 39, þriðja Hjalti Úsus Árnason með 34, í fjórða Andrés Guðmundsson 31 og í fimmta seti Unnar Garðarsson með 20,5 stig. Og þá heldum við á Patreksfjörð, þar sem framfór trukkadráttur, en við heyrum fyrst í keppendum. Magnús, sigurinn í höfn? Ekki enn, það getur allt gerst. 5 stig? Já, skulum vona að þau verði bara fleiri í endirinn. Er ekki málega að passa að gera engin mistök núna? Jú, nú þarf maður að fara varlega, sko. Gunni, nú eru 5 stig á milli ykkar. Já. Er þetta ekki nokkuð Ég held að hann sé búinn að vinna þetta núna, sko. Það þarf eitthvað mikið að gerast? Já, mikið. Hann er þyngri og auðveldar með að draga trukkin. Þú býst ekki við að ná hann í þessari grein? Nei, það er ekki möguleiki. Hjalti, nú eru 5 stig á milli ykkar. Ætlar að ná öðru sætinu að Guðna? Já, ég stefnaði að krækja af honum, en hann er búinn að standa sig vel, ótrúlega, búinn að koma svolítið óvart. Maður hefur alltaf vitað að hann gæti þetta, en hann hefur aldrei framkallað fyrir núna. En trukkadrátturinn ætti að vera eitthvað fyrir mig, ég hef ekki tapað í honum neitt nýlega. Og ég ætla mér ekki að gera hér í dag, svo er þetta svolítið spurning hvað stendur Guðni sig. Vinna þyngri menninni Guðna eða tryllist hann og næra hann góðum árangri. Þarna eru sekúndurnar sem 5 sekúndur geta gefið mig 5 punkta þess vegna. Nú er Andrés Tröll aðeins 3 stigum eftir þér. Já, það er líka, hann er þarna að krækja í mig einhvers stað, ég efast samt að maður ná í mig. Þetta kemur allt í ljós rétt strax. Og þá er það trukkadrátturinn, Hjalti. Já, það er Otri sem byrjar og hann svona er með svona hálfgerða Frankenstein-stíl. Nei, þó ekki, hann liggur vel frammi, er með stór skref. Þetta virðist bara alltaf að vera ágætis tími hjá honum. Þetta er mjög góð taktík miðað við að hann hefur ekki meiri reynslu en þetta. Sjá, það er góð ferð á trukknum og þetta gengur vel hjá honum og hann rennur ekki neitt, hann er í góðum skóm greinilega. Nú þessi bílar, þeir eru ekki létt að fara? Þetta er 10 tonna trukkur og sem er svona mjög eðlileg þyngd í þessu. Þeir hafa stundum verið 7 tonn, mér finnst það oflétt. Mér finnst það oflétt, það er svona eins og innkaupapoki bara. Já, það er aðeins svo létt. En þetta er ágætis aðstæðar hana, það er alveg sléttur flötur sem við drögum á, hvorki upp í niður í móti. Og þarna Sæmundur, hann er sterkur í fótunum og hann fekk nú lána beisli hann um daginn og hann hefur greinilega æft sig vel. Hann er með mjög góða taktik, hann rennur ekki neitt og það er bara heljarna góð ferð á trukknum hjá honum. Þetta er mjög gott hjá byrjandi og hann er með tíman, Sæmundur er með 27,11 sekundur sem er mjög góð tími. Hann er Unnar, þetta er svona kannski, hann er innan við 100 kílóunnar, hann er fyrir 10 tonn er mikil vikt fyrir hann svona sagt, líkamsvigtin hjálpar honum ekki þarna. Og þeir mega ekki nota hendurnar eða stýða þeim við jörðina að neinu mæli? Jú, þeir mega þú mátt draga hann hvernig sem er, en þú náttúrulega ert bara, þú hefur takmarka eins og hann er það léttur hann Unnar, að líkansþungin hans, hann vegur að móta honum í þetta skipti, þarna eins og Geoff Capes var bestur í þessu, hann var 160-70 kíló. Aðeins. Já, þannig að það er yfirleitt að þyngri menninni, þeir hafa verið betri í þessu, þannig Baldvin komið, hann er með ágæti start og mér finnst að sjá þetta svona að það séu flestir með mjög góða taktik í þessu. Baldvin virðist ekki renna neitt heldur og svona kannski mætti vera aðeins hraðari með hraðari hreyfingar en hann stefnir þannig í svona alveg, sæmilegan tíma. Það verður allavega ekki með 5 fyrstu með þessu áframhaldi. Mér sýnist hann verða jafnvel í 7. sæti. Þetta er búið. Nú er aðeins 3 stig á milli ykkar. Já, nú lætur hófan að vinna. Alveg að rusla þess áfram. Já, alveg að láta maður ekki með rykmakkur á eftir honum. Tek hann svo hratt.
Nei, hann Andrés, hann er svona ágæti starti. Hann mjög uppréttur Andrés sem hefur hingað til ekki gengið. Já, hann kannski komin aðeins neðar, en þú sér að hann rennur ekki neitt. Þetta nýtir vel líkamsþungan og hraður, ágætlega hraður. Já, hann annars leipur á staðnir inn. Og þarna hann, þetta leit mjög vel út í Andrési. Gífurlega sterkur. Hann sterkur í fótunum og hraður og er 130 kíló, þannig að það hjálpar hann allt hann í guðinni. Hann er svona þokkalega starti, en ég hef nú séð nokkra aðeins betra starti þá. Guðni stefnir í svona hvað þokkalega tíma, eitthvað undir 30 sekúndur. Þó Guðni sem ég sé kannski einna hraðastur að okkur að hlaupa, þá þegar það þarf að fara með svona mikla þyngd þá fer þetta að vera aðeins erfiðara fyrir hann. En Guðni kemur þarna í marga góðum tíma, 29.72. Þá væntanlega Magnús Ver Magnússon. Magnús er 130 kíló og já, mér sýnist Magnús kannski ekkert fara mjög hratt á staðnum, hann er kannski ekki sérstakur starti, en hann er mjög reyndur og gerir allt rétt, byrja neðarlega, síðan þegar hann trukkurinn eykur ferðina þá kemur hann betur upp, er töluvert uppréttur. Þetta er allt hár rétt, hann maður með reynslu og veit hvað hann er að gera. Kemur hann í mark á 27.34. Og þá er það. Já, ég ætlaði náttúrulega að vinna þessa grein. Ég næ ágæti starti en þú leggst þarna niður, það er eins og þetta lenda á flugvölli, þú leggur á stað með bílinni. Já. Maður reynir alltaf að finna einhver ástæðu ef allt gengur ekki alveg óskum, og ég rann nú hann aðeins til í byrjun, en það lítur nú ágætlega út þannig. Góðu tími, 26.36, en einhver óanægja væntanlega með sætið. Hvaða sæti? 3. En við sjáum síðan viðtal við mótstjórann. Guðmundur, áttu verið vonað þessu? Já, alveg eins, já. Það hefur verið mjög lítill munur á okkur Andrésson undanfari í drættunum. Þannig að þetta komið svo sem ekkert óvart þannig. En við sem náttúrulega svolítið þreyta kominu. Bara ég gaf allt í þetta. Hjálpar það að vera heima á slóðum? Já, eitthvað eflaust. Gera það. Eigum við vonað að fá annað svona mót? Það held ég að hljóta að vera. Ég get ekki ímyndað mér annað. En menn höfðu tíma til að setjast niður og fá sér ís og spjalla saman. Þetta sjáum við útlitið í Nýturökkadrættinum. Það er númer 1 Andrés Guðmundsson 8 stig, 2 Guðmundur Ódri 7, Hjalti Árnason 6, Sæmundur Sæmundsson 5 og Magnús Ver Magnússon 4. Nú við sjáum stöðuna fyrir síðustu greinina. Magnús Ver í fyrsta sæti með 48, Guðni Sigurjónsson í öðru með 42, 6 stiga munur. 3 Hjalti Árnason 40, 4 Andrés Guðmundsson 39 og í 5. sæti Sæmundur Sæmundsson með 25,5 stig. Þá erum við konir að Látrabjargi og þar fer fram síðasta greinin sem kölluð er Judas, hvorki meira en minna. Já, þessi grein er svona svolítið ný fyrir okkur. Steinninn heitir Judas af því að það er erfitt að halda á honum. Hann er 130 kíló að þyngd. Og það er Guðni sem að byrjar, virðist ná alveg svona ágætis tökum á þessu. Þetta er tölvöð vegalengd og þetta er upp í móti í móa. Þetta er nú ekki mjög góðar aðstæður kannski þannig. Þetta er svolítið erfitt að fóta sig þarna, en þannig er nú eitthvað að þarna færi að draga svolítið í vind við Látrabjarg. Já, það var mikill vindur og þetta bjargaði sjálfuna. Ágætis tími hjá henni, 37,32. Já. Og þá er Magnús var í fyrsta sæti fyrir síðustu greinina og getur vantilega tryggt í sigurinn þarna. Já, hann er með ágætis ferð á Magnús eðana. Við höfum verið að labba með Húsavíshelluna og mér finnst það svona öllu skemmtilegri grein. Hún er 186 kíló
En enga síður, þetta alveg ágætt hjá þeim hana og Magnús nær alveg ágættis keyrslu og Já, mjög góðu tími. Já. 29.56. Já, ykkur finnst þetta skemmtilegar eftir sem þyngdirnar eru meiri. Já, þetta svona meiri frjálsíþróttastíll á þessum léttu steinum. Já, en ég ekki að taka neitt frá neinum. Þetta Unnar sem sagt, hefur nú ekki gengið mjög vel fram að þessu, þannig að þarna var nú komin tími fyrir hann til að fara að gera eitthvað að viti. Þetta var búin að vera óheppinn og svona og hann sýnir þannig í hvað í honum býr og mér sýnir það stefni að vera með alveg klassa tími í þessu. Keyrir vel í gegn þarna og 27-43 ár, hann með betri tími Magnús. Já, hann með betri tími Magnús og þá það Andrés og hann ætla nú bara að hlaupa í þetta. Það fer svolítið tími í að taka steininu. Já, en hann verðist sko, þetta liggur vel í höndunum á honum og hann á ekki neinum erfiðleikum með þetta Andrés og góð ferð á honum. Enda lúkurnar á honum kannski einhver fiskispæðar. Svona þetta eins og ég segi, þú veist, þá finnst mér fyrir stóra, sterka, þunga menn þá finnst mér þetta að vera aðeins komið út fyrir okkar deild örlítið, mér finnst þetta að vera orðið svolítið mikið að hlaupum en þetta, svona þetta, menn verða bara að taka þátt í öllu sem að sett upp og að fara upp þessa brekku, mér finnst þetta taka alveg töluðt úr manni. Já, skiljilega, þetta sígur verulega í. Já. Og svo það niður í móti. Það var ég nú aðeins farin að eiginlega missa greipin á henni í restina. Já, greinilega. Tíminn 35.11. Enga síðu þá vann ég guðuna. En hér staðan. Þetta steinabörðin. Andrés Guðmundsson í fyrsta seti með 8 stig. Aðri seti Unnar Garðarsson 7. Magnús Helgi Magnússon með 6. Í fjórða Guðmundur Róðari með 5 og í 5. Hjalti Árnason með 4. Nú og svo sjáum við loka stöðuna. Magnús Helgi Magnússon með 54 stig í fyrsta seti. Andrés í öðru með 47. Í því þriðja Gunni Sigurðsson með 45. Hjalti Árnason í fjórða seti með 44 stig. Já, en þetta nú ekki alveg búið ennþá því að þetta á þessu ári verðum við með mót hérna á alþjóðlegt mót á Íslandi sem mun heita The World Viking Challenge og við fáum þá best í heiminum. Andrés fær tækifæri á að spreita sig þar. Guðni verður undirbúið sig fyrir heimsmeistaramóti í kraftlingum þannig hann verður ekki með okkur en þannig að það nóg að gera í framtíðinu og við sjáum hvernig Andrés gengur að eiga við okkur gömlu reyfina þar. Og þetta Njáll Torfarsson með Brynjólfstak 281 kíló, takk fyrir. Hann gekk undir nafninu alltaf Brynjólfur sterki. 4 strákar sem tóku sig til og sagði nú skaltu sína það að þú getur borðið þetta nafn með réttu. Og þeir hífa steinin á loft og segja hann að koma með bakið undir. Og það er sagt hann kiknar ekki við það að fá þennan steinin á bakið á sér. Og svo bara hann á bakið hérna upp yfir það ekki? Jú, bara hann 50 metra, 25 hamma. Og að þið sjáu hvernig hérna, það breytist ekkert. Og það má segja að það er langur tími liðinn síðan að Grettir Ásmundarsson frá Bjargi kom hérna í þetta byggðarlag og gerði garðinn frægan með aflraunum. Þá var ein greinin sú að hann satt í báti með fóstbræðrum og þegar að þeir skyldu róa þá voru þeir með fríunarorð til Grettis og hann sagði ef að vel róið í fyrirrúmi þá skal ekki skuturinn eftir liggja. Og þegar sóttu naut út í eyjar og þeir voru búin að storka honum enn og vildu láta hann reka nautið, ganga á eftir því þá gerði hann sér lítið fyrir og tók nautið og skellti á baki og bar í land. En þessi grein var nú ekki notuð núna en það mætti hafa sér tillögu næst að það verði reynt að bera naut úr báti í land en það er komið að verðlaunaafhendingu. Í þriðja sæti Guðni Þór Sigurjónsson með 45 stig. Þá er komið að öðru sæti og það er Andrés Guðmundsson með 47 stig. Og þá er komið að sigur sætinu og það er Magnús Helgi Magnússon með 54 stig. Sigur Takk fyrir. Og hann fær hérna til viðbótar og til þess að sanna það að hann sé fremstur meðal jafningja þá fær hann hérna vikingahjálm
með gullhornum. Gjörðu svo vel. Og þetta sýslumaðurinn í Barðastrandarsýslu, Stefán Skarphéðinsson, sem hafði undir verðlaunin þarna í þessari stórglæsilegu og skemmtilegu keppni. Og ég þakka þér fyrir, Hjalti Úsus Árnason, kærlega fyrir hjálpina. Takk sem leiðis.